Heil og sæl. Það spennandi ár framundan í listasafninu á Akureyri. Spennandi verkefni, sýningar, stóra framkvæmdir á húsinu og allt hvað eina. Ég kom með Hlyn Hallsson, listasafnstjóra. Velkomin í þáttinn. Já, takk. Árið 2017, það eru stóri hluti framundan. Já, heldur betur. Þetta verður dálítið skrítið ár þetta á listasafninu af því að eins og þú minntist á, þá er listasafnbyggingin sjálf, hún verður undirlögð fyrir framkvæmdir af því að við erum loksins að fara að flytja upp á efstu hæðina og reyndar kemur tengibygging líka á milli Ketilhússins og listasafnsins. Þannig að starfsemi listasafnsins á þessu ári mun einskorðast við Ketilhúsið. En við ætlum ekkert að slaka á, það verða rosa margar sýningar. Við verðum með ólíkar sýningar mjög oft í aðalsalnum og síðan uppi á svölunum. Þannig að ég held að þetta séu 15 eða 16 sýningar á árinu sem við erum að opna og mjög fjölbreyttar. Þannig að þetta hefur ekkert neinn rosalega áhrif á þið munu áfram geta sinnt ykkar starfsemi sátt fyrir þessar framkvæmdir? Já, algjörlega Já, við tókum bara ákvörðun það að keyra dagskrána bara svolítið þéttar og slaka ekkert á í því en þó að við minnkum við okkur í húsnæði núna tímabundið. Það er gert ráð fyrir því að þessar framkvæmdir taki rúmlega 1 ár, þannig að vorið 2018 þá getum við opnað nýtt og glæsilegt safn í báðum húsum og þá auðvitað með miklu betra aðgengi fyrir fólk beint inn af götunni, líka hreyfihamlaða og barnavagna og fáum við litla safnbúð og kaffihús við innganginn, þannig að það verður auðvitað skemmtilegt en þetta ár verður líka frábært. Já, það er stór liður í framkvæmdunum að opna safnið, talar aðgengið, kaffihús, þannig að það er kannski verið að reyna að fara með safnið út í samfélagið, þetta er að segja sem svo. Já, og að það sé einmitt opið öllum, Hingað til hefur það verið erfitt að hreyfihamlaðir hafa þurft að ganga einum bakingang og svoleiðis, en sem er eiginlega ekki bara boðlegt í dag. En frá með 2018 verður það allt orðið miklu opnara og betra, komin lyfta í listasafnshúsið sjálft og svo framvegis. Og auðvitað að þá erum við að fara að nýta þessa frábæru sýningasali með góðri lofthæð sem eru á efstu hæðinni. Já. Er það eitthvað sem ef þú berð þá sýningasali saman við bara það besta sem gerist á Íslandi og er það eitthvað í svipuðum gæðaflokki eða er þetta að meta það svoleiðis? Já, ég held að þetta verði eitt flottasta listasafn á landinu þegar það verður opnað. Ekki spurning. Alveg. Vissum það. Ef þú horfir árið 2017, er þetta í fjölda sýninga og gæði sýninga og slíkt, er það svipað og hefur verið síðustu ár? Já, algjörlega. Við erum með mjög fjölbreytta sýningar. Við byrjum á því að opna mjög klassíska sýningu á verkum Nínu Tryggvadóttur og það er yfirlitssýning á verkum hennar og unnin í samvinnu við Listasafn Íslands. Mjög spennandi sýning og á sama tíma verða 3 stuttar sýningar þá upp á svölunum, þar sem yngri kynslóð listamanna, allt listamenn sem eru mjög mikið að vinna með málverk, þannig að það rímar dálítið vel við Nínu. Freyja Reynisdóttir byrjar, hún er ungur myndlistarmaður sem býr núna í Berlín en lærði hér á Akureyri og hefur verið starfandi hér lengi, mjög aktív með kaktus og í rót og svoleiðis. Og síðan er það Georg Óskar sem tekur við, sem lærði líka hérna á Akureyri en fór síðan í framhaldsnám til Noregs, Bergen, en er komin heim aftur. Og síðan þriðja í þessum stuttu sýningum er Alana Le Point, sem er bandarískur listamaður, líka mjög ung. Og hún er að koma hingað verður í gestavinnustofu á Ólafsfirði og sýnir málverk hjá okkur. Og síðan heldur bara árið áfram, við erum með klassískar sýningar sem við erum með á hverju ári eins og Sköpun bernskunnar, þar sem að starfandi listamenn sýna ásamt börnum úr leikskólum og grunnskólum. Og mjög vinsæl sýning hjá okkur, sérstaklega auðvitað meðal fjölskyldufólks og barna. Og síðan erum við með stóra sumarsýningu sem er svipuð eins og haustsýningin fyrir 2 árum, að þar geta norðlenski listamenn sótt að fá að taka þátt í sýningunni og þannig að þessi sýning á að vera yfirlit yfir það sem er að gerast á Norðurlandi í myndlist. Og síðan erum við með stjörnur líka eins og Rúrí sem er mjög þekkt bæði í gjörningalistaheiminum og hún var auðvitað fulltrúi Íslands á Feneyjar tvíæringnum og síðan alveg bara röð bæði af einkasýningum og samsýningum, margar spennandi sýningar. Það er nóg framundan. Alveg hreint. Áhugavert, það er núna 2 af þessum fyrstu ungi listamenn hjá okkur, Freyja og Georg. Já. Og náttúrulega myndlistaskólinn þetta mjög
nálægt, þetta alltaf á sama svæðinu, þarna í Gilinu fyrir þá sem þekkja það ekki. Akkurat. Þannig þið eru svolítið að opna möguleika fyrir ungt fólk að koma inn með sýningar. Það ekki svolítið mikilvægt líka? Jú, algjörlega. Og líka, þú veist, að vera í tengslum við þessa grasrót sem er í Listagilinu. Og þetta auðvitað einstakt að hafa sko listasafn og myndlistaskóla og vinnustofur listamanna og margir listamenn búa líka í Gilinu og síðan auðvitað mörg svona sjálfstæð sko sýningarrými sem rekin eru af listamönnum eins og Mjólkubúðin og Deglan og Kaktus og Salur myndlistafélagsins. Að halda svona líka sko þessari flóru allri gangandi. Það er, þú veist, að listasafni sé ekki einhverjum svona stalli fyrir ofan, heldur vinni með öllum þessum og sýni þá auðvitað líka unga listamenn ásamt því að sýna auðvitað klassíska myndlist. Það er gott að blanda þessu öllu saman. Það sem er skemmtilegu kjarni og svona dýnamík sem verður til hérna í Gilinu. Hversu svona opið finnst þér þetta að vera fyrir hinn almenna akureyring sem er ekki inn í þessari listasenu eða þetta er að segja sem svo? Þetta er náttúrulega opið fyrir alla sko, en sko það, og ég er auðvitað mjög ánægður með hvað akureyringar og nærsveita menn eru bara duglegir við að koma í safnið, en ég er viss það á næstu árum þegar að listasafnið er orðið svona aðgengilegra og kannski gilið verður orðið svona umferðin hefur kannski aðeins minnkaðar og meiri gangandi umferð, að þá held ég að listagilið verði bara svona ennþá opnara og eigi eftir að blómstra og við tökum bara eftir því sko til dæmis með ferðamenn, að því að þú veist, það er auðvitað einstakt að all þessi starfsemi sé á sama stað, en það er líka einstakt að hún sé svona nálægt miðbæ og hún sé bara í miðbænum. Já. Og þannig að þetta er allt í göngufæri þarna og sko ferðamenn eru alveg bara að koma í hópum og stoppa og vilja kíkja í galleríin og inn á vinnustofur og svoleiðis og ég vissum að þetta á allt eftir að bara aukast í framtíðinni. Já, en ferðamenn, það eru fleiri en ferðamenn sem koma til ykkur. Akureyringar, eins og segir, eru duglegir að koma. Já. Hversu margar heimsóknir fenguð á síðasta ári og hversu stór hluti heldur að því séu ferðamenn? Hefur einhverja hugmynd um það? Já, gestir á síðasta ári voru eitthvað svona það bil 20.000 og sko þetta skiptist allt í sumartíma og vetrartíma og við merkjum það alveg, við skráum það mjög nákvæmlega hversu margir sko eru Íslendingar og hversu margir útlendingar og hvaða skólahópar og svoleiðis og þetta skiptist alltaf eftir árstímum sem sagt. Yfir sumartíman eru ferðamenn stærsti hópurinn, sko 70–80% þeirra sem koma í safnið eru þá ferðamenn, bæði innlendir og erlendir ferðamenn og kannski 20–30% heimafólk. Og yfir veturinn þá skiptist þetta dálítið. Þá eru gestirnir 80% heimafólk og 20% ferðamenn og þá eru þetta sko skólahóparnir, leikskólar, grunnskólar, framhaldsskólar eru þetta líka mjög stór hópur í gestasamsetningunni. Já. Þannig að og við auðvitað sko vonum að við vitum það að Akureyringar munu halda áfram að koma og við erum auðvitað mjög þakklátt fyrir það, en við vitum það að bæði innlendir ferðamenn og erlendir ferðamenn þeim mun halda áfram að fjölga og þá kannski sérstaklega yfir vetrartíman. Já. Og sko listasafn er þannig að það getur tekið endalaust á móti gestum. Það er engin viðkvæm náttúra þar sem að treðst í svaðið, þannig að ég held að sko menning er eitt af því sem við getum gert miklu meira út á að fá ferðamenn til okkar vegna þess að þeir vilja njóta og upplifa og þeir spyrja mjög oft sko og vilja sjá íslenska menningu. Þeir eru komin hingað til þess að upplifa eitthvað nýtt sem þau hafa ekki séð áður. Þannig að þess vegna er líka svona ein ástæðan fyrir því að við höfum sumarsýninguna okkar með norðurlenskum listamönnum af því að erlendi ferðamenn spyrja sérstaklega um það, vilja bara sjá eitthvað lokal. Já, akkurat. Spennandi, það verður gaman að fylgjast með þessu. Ég hefði komist því miður ekki lengra með þetta. Ég hvet bara alla til að kíkja í listasafnið, það er galopið eins og þú segir. Já, og fyrstu opnanir eru sem sagt eftir viku, sem sagt 14. janúar þá opna þessar 2 sýningar í Ketilhúsinu og kannski að minnast á það að af því að framkvæmdir hefjast ekki fyrr en í febrúar, þá lengjum við sýningarnar sem eru í listasafnsbyggingunni. Þannig að Joan Jonas og Ásdís Sif Gunnarsdóttir, vídeósýningarnar þeirra, þær verða út janúar. Þannig að það verður hægt að slá 2 flugur í einu höggi og sjá sem sagt 4 sýningar þá í einu allavega seinnipartinn í janúar. Glæsilegt. Hlynur, takk hérlega fyrir komuna í þáttinn. Já, takk. Og við förum bara að segja þetta gott, komist ekki mikið lengra með þetta í kvöld, kannski ágætt að enda á því að minna alla Akureyringa að kíkja í vasana. Ég held að sé ennþá
65 milljónir sem einhver situr á hefur ekki fundið, en við þökkum fyrir okkur í kvöld og góða helgi.